Þá komið að 6. lið á dagskrá, úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga 2025-26, Grímsey og Hrísey, Akureyrarbær, til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það bæjarfulltrúar. Þetta liður 9 fundargerð bæjarráðs, dagsettur 15. janúar 2026. En lögða fram öðru sinni tilkynning innviðaráðuneytinu úthlutun byggðakvóta 2005-2026 til Hríseyjar og Grímseyjar og leiðbeiningunum vegna tillagna sérreglum þar um. En málið var á dagskrá bæjarráðs 8. janúar síðastliðinn og var afgreiðslu frestað. Síðan tókum við málið fyrir aftur og lagt fram erindi frá smábátaeigendum í Hrísey sem óskaði eftir að Akureyrarbær beitt sig fyrir því að byggðakvóti í Hrísey verði ekki eingöngu úthlutað samkvæmt lönduðum afla síðasta fiskveiði árs. Heldur verði hluta byggðakvótans skipt jafnt milli báta í Hrísey án tillits til landas afla. Við ræddum við ráðuneytið og við töldum ekki grundvöll til að reka vinnsleigu með það magn sem kemur þar í land og í dag nánast allir þeir sem stunda sjósókn á landi í Grímsey búsettir í eyjunni, þannig að allar útgerðir þar sem landar með lögheimili í eyjunni. Þannig að bæði í Grímsey var þá að vinnsluskyldan eru felld niður í ljósi núverandi stöðu, annars með engum byggðakvóta úthlutað í eyjunni. Og ekki óskað eftir breytingu frá bæjarráði á reglugerðum úthlutun byggðakvóta í Hrísey. Bæjarráð vísa málinu til bæjarstjórnar. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Ásrún, Kristrún, Ásrún gerði vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Viðurkenni vissulega sem Hríseyingur þá manni máli svolítið skylt. Mér fannst pínulegilegt að sjá að það skildi ekki vera aðeins hugsa meira út til eyjarinnar því við þurfum líka aðeins að hugsa út í til hvers byggðakvótinn er. Hann á að nýtast og efla byggð þar sem hann úthlutað, þar sem hægt verið að halda út í atvinnu allt árið kring, þar sem hliðarstörf út frá atvinnu og fólki sem kemur til að stundana styrkir þær, svo verslun, skóla, leikskóla og annað. Bréfið sem sent var af smábátaeigendum var alveg ágætlega skýrt. Og að mínu persónulega mati hefði verið til bóta í sambandi við atvinnu, sérstaklega yfir sumartíma í eyjunni. Það eitt fyrirtæki sem fær allan kvótan og mér finnst kannski við þyrftum aðeins að skoða hvernig þetta er nýtt almennt og hvernig þetta að hugnast samfélaginu sem eins og það á að gera. Hvort það sé virkilega svo. Takk. Bæjarfulltrúi Ásrún Ýr Gestsdóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar, tek það fram strax, ég vil taka það fram strax að ég tek ekki afstöðu til erindisins sem að bæjarfulltrúi Ásrún nefndi. En ég vildi nýta tilefnið svona til að segja nokkur orð sem ég held að heyrist ekki nógu oft. Hér á Norðurlandi þá smábátaútgerð atvinnugrein, rétt eins og bæjarfulltrúi Ásrún nefndi og talaði og hér eru fjölskyldur í þessum landshluta sem hafa lifibrauð sitt að því að nýta fiskimiðin við strendur landsins. Og því miður finnst mér, maður heyra það ennþá of oft þessa mýtu að þetta sé nú bara hobbykarlar sem hafi og jafnvel 3 selt frá sér kvótan og kannski það þannig í höfuðborginni, ég veit það ekki, en það ekki sá veruleiki sem að ég þekki hér í þessum landshluta. Og við verðum bara absolutt að kveða þessa mýtu í kútin, þannig að ég vildi svona minna okkur á það. Og ég svo sem ekki sérfræðingur í þessum málum, en ég tel mig alveg þekkja til málaflokksins. Ég hef komið að rannsókn sem var unnin fyrir Norrænu ráðherranefndina nýliðun í sjávarútvegi og í mínum störfum þá hef ég unnið bæði með sterkum fyrirtækjum í sjávarútvegi. Ég hef líka unnið með minni vinnslum og smábátasjómönnum.
og ég er algjörlega sannfærður um það að við verðum að skapa gott umhverfi fyrir smábátaveiðar hér á landi. Það er sanngirnismál að tryggja þennan rétt og okkar norrlensku sjómenn eiga sannarlega ekki síðan að bera skarðan hlut frá borði miðað við aðra landsluta, hvort sem það er kemur að byggðakvóta eða strandveiðum. Þannig að við eigum að vera öflug í hagsmunagæslunni og ég held að við séum það. Þannig að ég vildi líka bara hvetja okkur áfram í því. Og ég er algjörlega sannfærður eins og ég segja að byggðakerfið eins og það er oft kallað sé nauðsynlegur hluti af sjávarútveginum í heild. Að mínu viti þá sköpum við aldrei sátt aflamarkskerfið eða kvótakerfið án þess að tryggja ákveðin byggðasjónarmið sem að Ásrún útlistaði svo vel og búa leið til jarðveg þar sem nýliðun er möguleg í sjávarútvegi, íslensku sjávarútvegi. Þetta eru þetta útúrdúrar hjá mér. Ég samþykki þá tillögu sem liggur fyrir og úthlutun er enda byggðakvóta til Grímseyjar og Hríseyjar er óbreytt frá síðasta fiskveiðári sem er bara alltaf jákvætt og við viljum sjá meira en það eru allan ekki skerðing og ég held að óskinum undanþágu í Grímsey sé mjög skynsamleg. Ég skil vel að hún geti verið umdeild. Þetta er umdeilt í öðrum byggðarlögum en aðstæður út í eynni eru bara mjög sérstakar. En meira var það ekki. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið mál sínu orðiðlaust. Sem fleiri hafa ekki hvað til hljóðsið sem geta samþykkt, gefið merki. Það voru það ekki allir. Hverju er að talja? Jú. Það er all. Þá er komið... Sast þú hjá? Já. Ok.